maður sleginn í hausinn með einhverjum hugtökum eins og mannúð og mennska sem náttúrulega bara notað eftir hentisemi, víðsýni og réttsýni og þá bara verið að fara bakdyra megin í það að eyðileggja þær stoðir sem hafa byggt upp okkar góða samfélag og að mér þykir það bara einfaldlega ekki í lagi. Mér þykir ekki í lagi að strákar séu kallaðir eitraðir og það séu kallað vísindi. Ég bara vil það ekki. Ég bara neita að segja að það sé í lagi. Strákar eru alls konar og sumir leiðast út í vitleysu og það miður. En það að segja að þeir séu til hópa einhverjir ónýtjungar sem eru náttúrulega, og sérstaklega, út af því við erum bara að tala náttúrulega hvíta karlmenn. Af hverju það meiðirði að kalla einhvern hvítan karl? Af hverju er það ekki bara svona hjákátleg della? Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag sumardagurinn 23. apríl og árið 2026. Nú, til að byrja með, þá langar mig að hvetja þig til þess að fara inn á partus.is/einpæling en þannig færðu þennan þátt án auglýsinga og viku á undan öðrum. En í dag langar mig að tala svona narratív nálgun, narratív stjórnun og alhæfingar því að það mjög sérstakt að núna þegar að vókið dautt að þá eru enn landgönguliðar sem hafa ekki fengið skilaboðin það að stríðinu sé lokið og það reynt að ríghalda í þetta þrátt fyrir það að flestir og svona sem betur fyrir langflestir eru löngu búnir að gera sér grein fyrir því að þetta hjákátlega þvaður hatur gagnvart kvenkyns minnihlutahópum var ekki á rökum reist og svona þrátt fyrir það þá hefur einhvern veginn svona framgangan þá orðið harðari, kannski eðlilega, gerir mér ekki alveg grein fyrir því, kannski við ræðum það síðar. En það áhugavert að pæla í þessu svona út frá mörgum vinklum en það sem að mig langar að leggja sérstaka áherslu á í dag svona hvaðan þessi hugsunarháttur kemur í grundvallaratriðum. Það náttúrulega hægt að lesa þetta í mörgum bókum eins og ég fjallaði oft hérna, Czesław Miłosz, Private Truths and Public Lies eftir Timur Kuran og svo það líka Viktor Klemperer, dagbókarfærslur hans veru hans í Þriðja ríki Hitlers, það svona ýmis rit, svo eru líka fleiri. Andrew Doyle sem ég sá reyndar að Jón Gnarr var að hæla hérna fyrir ekki svo löngu sem að heitir það stóluð mér. Hann hefur skrifað held ég 3 bækur þetta. Það eru allar stólan úr mér. Piers Morgan skrifaði Woke is Dead og fleira en það eru svona ýmis rit sem að hafa verið að koma út en áhugaverðustu ritin eru samt þessi fyrirnefndu sem ég var að nefna þar sem að fólk hefur raunverulega upplifað þetta á eigin skinni. Þá var það svona besta ritið að mínum mati The Captive Mind eftir Czesław Miłosz. En út af því að við erum að tala þetta í svona íslensku samhengi, þá voru kannski ekki til mikið að bókmenntum það og það sem svolítið áhugavert bara að pæla í af hverju við lifðum svona lengi í þessum sem að mig langar að kalla á vondri íslensku upside down world þar sem að ofbeldi þegar að einhver ósammála en það ekki ofbeldi að kalla eftir því að aðrir verði fyrir ofbeldi sem að eru ósammála það að segja það í lagi þegar að þeir hvattir til þess að þeir verði fyrir ofbeldi og kannski segir einhver núna að það sé ekki staðan en ég ætla samt að reyna að færa rök fyrir nákvæmlega því að það eitthvað sem við höfum bara einfaldlega orðið áskynja núna undanförnu. Staðan þannig að til að mynda Snorri Másson sem að ósammála fólki það hvort að regnbogafánar eigi að vera hífðir að húni við skólabyggingar. Hann telur að svo sé ekki, svo eru fólk sem að telur að svo sé. Það fólk sem að telur þetta vera árás á hinseganleikan en eins og ég sagði frá í síðasta þætti þá tel ég það náttúrulega alls ekki vera hatur heldur frekar og hvað ég að segja þessi viðbrögð eru svona ákveðið svona fyrirsjáanlegt dæmi. Ég held að samtökin 78 til dæmis græði ekki á slíkri umfjöllun. Það græða ekki á því að svona ákveðnir, hvað ég að segja, óbókaðir forsvarsmenn
séu einmitt að tala það að þetta sé einhvers konar hatur og þetta sé einhvers svona víglína sem að ef að segjum að Snorri kemst yfir hana þá einhvern veginn allir hópar undir. Ég held að það sé bara della, ég held að Snorri hati ekki neitt og ég held að það er svona fólk sem að með einhvers konar athugasemdir þetta hati hvorki börn með kynama eða hvern annan hóp. Þetta bara eitthvað sem að þeir telja vera óviðeigandi og þar við situr að mínum mati. Og fólki má alveg finnast það vera alveg gali hjá mér, það má alveg vera ósammála mér í grundvallaratriðum og það truflar mig ekkert, það hægt að eiga debatt það. En sko, eins og ég segi, ég ætla ekki að fara endilega í þetta dæmi per se, þó svo ég ætla að renna yfir það aðeins á eftir, þá mun ég aðeins ræða frekar Snorra. Það sem að mér langar samt að leggja grunn að bara sko hvaðan sú hugmynd kemur að þegar að fólk þeir ósammála já, oft tilfinningaþrungin mál að þá geti það talist vera ofbeldi. Og það eru ákveðna svona grunneiningar í okkar menningu sem að hefur verið algerlega snúið á hvolf og sem betur fer, eins og ég var að nefna áðan, eru flestir langþreyttir á þessu og þetta eitthvað sem hefur náttúrulega skaðað samfélagið hvað mest á undanförnum árum eins og ég hef reyndar margítrekkað. Þetta svona hinn hefðbundni réttrúnaður eða vókið eins og það stundum kallað. Sem betur fer, eins og við sjáum í til dæmis kosningahegðun fólks þetta nú í dauðakippunum. Það trúir því engin lengur að við getum tekið á móti stórum hópum fólks til dæmis og tekist á við þær áskoranir með inngildingu í samfloti við það að koma sem flestum á bótakerfið þegar að þeir hingað koma. Það að sjálfsögðu virkar ekki. Það trúir því engin lengur að við að takast á við menningatengd mál með því að breyta tungumálinu til að þóknast ofstækisfólki í vonum það að það friðþægi það. Það sjálfsögðu gerist ekki. Það trúir því engin lengur að land með 85% af endurnýjanlegri orku eigið að borga skaðabætur fyrir það að nota orku og með því að loka orkuinnviðum á Íslandi síðan við að fara að bjarga heiminum. Auðvitað ekki. Ég enda til að vókið hafi dáið umtalsvert fyrr eins og Sólveig Anna jarðaði það að endingu en bara einfaldlega var staðan þannig að fólk þorði ekki að segja frá sínum skoðunum því að félagslegi fórnarkostnaðurinn fórnarkostnaðinum var haldið svo gríðarlega hátt með þvingunum og hræðslutaktík þar sem að fólk var útrópað sem vondmanneskja fyrir það eitt að vera með athugasemdir við hvað eina. MeToo, COVID-19 voru náttúrulega annað þar sem að við einhvern veginn hámörkuðum delluna, einhver segja svona árunum 2018 til 2022, það var náttúrulega algjörlega sturlaður tími. En eins og segi, mér langar að fara í svona grunnkvatirnar sem að gera það verkum að slík della geti viðhaldist óáreitt yfir lengri tíma. Vandinn að ég tel kemur úr menntakerfinu. Það hugmynd það að karlmenn að sjálfsögðu bara náttúrulega hvítir karlmenn séu upphaf og endir alls ills og með því að hatast út í unga drengi séum við að uppræta samfélagslegt óréttlæti aftur í tímann samt þar sem að við einhvern veginn svölum hendarþorsta ofstækisfólks með því að beita svona blóraböggla taktík sem að þar sem að við tökum unga drengi eða hvíta karlmenn á ungum aldri sem hafa ekki til saka unnið og eru náttúrulega af ákveðnu kyni og ákveðnum húðlit og undir þeim formerkjum erum við að úthúða það. Það sem verra að raunverulegar akademískar stofnanir smituðust líka af þessum ofstækisfræðum og létu beygja sig í duftið til þess eins og svo oft áður að vera ekki kallaðar vondar manneskjur og útrópaðar sem rasistar, kvenhatarar, fasistar, lofslags afneitunar sunnar sem að börðust sko raunverulega fyrir ójafnrétti og undir okun minnihlutahópa. Og svo því oft slegið fram að þetta sé gert sko út af forréttindafirringu sem að líka samt til þess að ríghalda í þau völd sem að þeir hafa. Þetta alveg svona ævintýralega miklir loftfimleikar eitthvað. En eins og segi, til þess að takast á við þennan vanda að þá var farið, og þá ég sérstaklega að tala innan svona akademíunar,
að þá að fara að sko innleiða það svona sem að ofstækisfólkið frá ofstækisfræðunum óskaði eftir í vonum það að myndi friðþægja þá sem að gengur lengst, sem að sjálfsögðu virkaði aldrei, heldur var alltaf bara gengið lengra. Og svo reynum við eins og svona einhvern veginn að ramma inn þessa svona hugmyndafræði sem að, eins og segi, hún á sér sko marga anga, en við vorum alltaf einhvern veginn að reyna að staðsetja hana, en það sem að var náttúrulega beitt líka var ákveðin svona goalpost shifting, takja eftir þessu til dæmis í kvenréttindabaráttunni, að þá oft talað sko fyndi ég hlusta stundum á Samstöðuna og það hann Sigurjón Egilsson sem að sem sagt bróðir Gunnars Smára. Hann fær stundum til sig konur og það eitthvað neginn að segja konur lifa í einhverjum fasista samfélagi. Og jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvörubón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvörubón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkirðu bara á staðinn að Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Hann sko segir á því, já ég meina, mjög fyndið sko, Sigurjón skemmtileg típa sko, hann vill bara svona halda áfram samræðum, hann greinilega alveg svona alvöru fjölmiðlamaður af gamla skólanum þar sem hann bara svona einhvern veginn að fleita samræðunum áfram. En hann spyr ofta svona, já en ég meina ekki svona konur í þessari stöðu og hafa ekki konur náð töluverðum árangri og þá alltaf bara nei, það ekki nægur árangur. Hann alltaf svona goalpost shifting, þú veist, við erum ekki sátt fyrir við komumst hingað, svo kannski komumst við þangað og þá alltaf, já nei, það var aldrei markmiðið sko, markmiðið var að ganga miklu lengra. En hann eins og segi, það aldrei hægt að reyna einhvern veginn að ramma þetta inn. Ég samt að gera sko tilraun til þess gagnvart þangaganginum og við tökum bara svona hugmyndafræðina sem að eins og ég var að segja á sér marga anga, að þá hún svona bundin saman, þar að segja öll þessi svona ofstækisfræði, þau segjast vera berjast fyrir svona hinu ýmsa, en þau öll bundin saman í svona mjög sérkennilegri hugmynd jöfnuð. Og mér langar að taka dæmi þetta til dæmis að þú veist, við erum að tala það að konur verði fyrir óréttlæti í samfélaginu og það þurfa að uppræta það og ég held að flestir séu bara sammála því að ef að það eitthvað óréttlæti, ég minna til dæmis eins og með kynferðisafbrotamál, ég held að það sé versta sem að gat komið fyrir þá baráttu að berjast gegn kynferðisafbrotum og kannski að einhvern hluta líka svona, já, því sem að var svona barátta samskipti kynjana. Sú barátta átti rétt af sér sko. Ég og eins og ég segi, maður að taka eftir, ég eiginlega sammála flestum þeim sem að fjalla þessi mál sem að segja til dæmis að þeir sem að fremja viðbjóðslega glæpi og fá einhverja, þú veist, örfáa mánuði og þú veist, mikið skilorðsbundið og einhverjar fáránlega lágar sektir og eitthvað þannig. Ég verð rosalega sammála öllum þeim feministu þegar þessi dómar að falla. Það náttúrulega að vera miklu harðari dómar fyrir þessi afbrigði. Ég tala nú ekki þegar börn í spilunum. Ég ætla nú ekki að fara að tjá mig það mál sem svona búið að vera hvað svona mest í deglunni núna, en ég hugsa með mér, þú veist, það hann einhver maður sem að brýst inn á heimili ungs drengs og áreitar hann kynferðislega, fær 12 mánuði. Ég ætla ekki að segja, ég þekki allar breytur þessa máls, en mér finnst bara, þú veist, innbrotið eitt og sér inn í barnaherbyggi ætti að vera 12 mánuðir. Það sem að síðan gerist í kjölfarið, það ætti að vera eitthvað miklu meira. Eins og segi, ég ætla ekki að fara að slá sleggjudóma þetta mál, út af því að maður bara gerir svona þau mistök, en mér svona, já, með nokkuri vissu geti ég sagt að þessi dómur hefði átt að vera margfaldur á við það sem að í raun var, og svo bara eitthvað minnisleysi og eitthvað, þetta svona algjörlega galið. En það sem ég nokkar að gera að taka dæmi svona þessu ofstækisfræði.
Ef ég myndi til dæmis segja ykkur núna að konur eru almennt frumstæðar tussur, þá myndi ég uppskera ágreining frá ýmsum aðilum. En það þykir þó eðlilegt þegar að grunnbreytunar eru aðrar. Stuðningsfólk frjálsrar Palestínu. Kallar eru ekkert að fíla það rosalega mikið. Nei. Það eru sko 27% sem mislíkar mjög stuðningsfólk frjálsrar Palestínu. Ok. Hjá konum það bara 10. Já. Þetta er rosalega mikill munur. Já, það verðugt rannsóknarefni. Hvers vegna konur virðast einhvern veginn hafa samkennd? Nei, sko, siðferðilega bara betur þengjandi, sko. Þú veist, það er almennt eins og við kallar séum bara eitthvað svona frumstæð gerpi bara. Já. Það hefur eitthvað misfarist. Og þarna alhæfir Þorsteinn Már Einarsson það að strákar séu almennt frumstæð gerpi og þá skorti almennt séð samkennd. Og eins og ég fór yfir í þættinum síðast, þá í sjálfu sér ekkert athugavert, það ekki tiltökumál að kynjafræðikennari segi þetta. Það vissulega hægt að gera athugasemdir það við það sem hann að segja og reyndar ber okkur að gera það. En það samt sem áður sko fyrirsjáanlegt miðað við það algrími sem kennd innan þessara fræða. Og eins og segi þá, fyrir þá sem ekki þekkja, þá þetta Þorsteinn Már Einarsson og hann kynjafræðingur og hann líka Haukur Bragason, en þeir halda úti hlaðvarpinu Tveir karlar. Þeir eru þarna að fara yfir rannsókn sem var gerð viðhorf fólks til ýmissa hópa og voru að fara þannig yfir skoðanir karlmanna og kvenna sérstaklega. Gagnvart hópum eins og, já, það var rannsókn sem birt þar sem tóku ýmsa hópa, var ekki Miðflokkurinn sem var eitthvað mest hataður af þessum stærstu hópum. Það var þannig að þeir sem á móti bólusetningum og eitthvað fleira. Það sem var náttúrulega mjög sérstakt í þessari rannsókn var að þeir sem væru vinstra megin í lífinu hötuðu náttúrulega miklu meira. Það eru hinn raunverulega hatursöfl eins og reyndar hefur mátt ljóst þykja í lengri tíma. Það náttúrulega miklu meira hatur á vinstri væng stjórnmálana heldur en nokkuð tímann hægra megin. Og nú veit ég til dæmis að mörgum hlustendum mínum þykir þetta bara vera eitthvað svona hliðarvandamál. En þetta það samt sem áður ekki. Þetta batteri sem fær fjármagn úr sameiginlegum sjóðum fyrir það að kenna okkur að karlmenn eru almennt vondir, og svo þegar það borið undir forsvarsmenn þessara svona fræða, sérstaklega þá á Íslandi, að þá kannast þeir ekki við þennan málflutning. En þetta stendur víðsvegar í fræðiritunum og náttúrulega fjallað á alveg galinn hátt í kennslustundum þetta efni. Og nú langar mig líka að segja ykkur það að þetta á náttúrulega ekkert við alla kynjafræðikennara. Það var einn sem að ég ræddi við daginn sem að kom með frekar áhugaverðan punkt sem ég hafði ekki velt lengi fyrir mér og ég hafði ekki leitt hugan að. En hann benti mér á að sem ég vissi sko en ég hafði ekki pælt í. En í flestum tilfellum þegar þú ferð í kynjafræði áfanga þá hún sjaldan kennd upp úr kennslubókum. Heldur styður kennarinn sig oftast við gögn sem að koma úr svona sérkennilegum kimum fræðana sem að ég náttúrulega í flestum tilfellum ósammála. En það breytir því ekki að það eru kynjafræðikennara sem að hafa ekki þetta viðhorf að karlmenn séu almennt séu frumstæðu gerpi. Og það sem mikilvægt bara að pæla í því sko, bara, þú veist, hvernig þetta kennt. Ég meina, drengjum líður augljóslega ekki velinni, þú veist, maður hefur líka, þegar maður hefur talað við fólk sem að fara í einhverja valáfanga í kynjafræði, að þá einfaldlega, sem reyndar í flestum tilfellum eiginlega ekki orðnir valáfangar. Þetta skylda í stjórnmálafræði til dæmis, sem alveg stórkostlega sérkennilegt. En í svona þeim, í þeim tilvikum sem að þetta valáfangi sem sífellt sjaldnar, að þá hefur náttúrulega bara drengjum ekkert liðið svakalega vel og eðlilega. Þetta ekki til þess fallið að vera mjög upplífgandi þegar að það bókstaflega verið að kenna fræði þar sem einum hópnum stillt upp gegn hinum og svo 13 vikum eitt í það að úthúða hinn hópinn. En
Þessi þáttur í boði Þór Grímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfðar lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Mig langar að taka smá hliðarskref, þar sem að ég var að ræða á það. Og til að byrja með, ætla ég að spila fyrir ykkur klippu þar sem að Snorri Másson ræðir í þinginu sem var fyrir ekki svo löngu. Sumstaðar komast menn í gegnum framhaldsskóla án þess að þurfa að taka svo mikið sem einasta áfanga í Íslandssögu, en í sömu skólum ber þeim skylda til þess að taka áfanga í kynjafræði. Og hvað kennt þar? Jú, í grunninn þetta klassíska, að konur séu eilíflega fórnarlömb og að karlar séu vafasamir illa hópar. Því beint til stráka í þessum fræðum að siðferðislega rétt sé að þeir víki fyrir konum, ítrekkaði fyrir þeim að náttúrulegt ástand þeirra, karlmennska, séu einhvern nátt alltaf eitruð nema þeir hugsi, tali og hegði sér nákvæmlega eins og kynjafræðingarnir mæla fyrir Og nú stefnt að því í þessari jafnréttisáætlun að tryggja alveg örugglega svona jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum. Ekki bara grunnskólum, heldur líka leikskólum. Þannig að innrætingin heldur áfram. Virðulegur forseti, ég segi, í stað fórnarlambsvæðingar, í stað þess að verja hér ómældu skattfé í að byggja upp nýjar og nýjar skýjaborgir, jaðarsetningar ólíkra hópa, ættum við að höfða til sjálfsábyrgðar einstaklingana og leyfa þannig samfélaginu, í guðanna bænum, að hefja að meta fólk óháð kyni og eftir verðleikum. Og þarna Snorri að segja að það sé eitthvað óeðlilegt í gangi innan kynjafræðinnar og ég geta sjálfsögðu tekið undir. Og ég ætla líka að segja, ég ekkert að gera þetta eitthvað fyrir Snorra út á Snorra, en hins vegar má hann bara eiga það að hann að benda á hlut sem að ég tel vera brýnasta atriðið í því hvernig við ætlum að halda áfram okkur samfélagi. Því að þetta hefur áhrif á allar ákvarðanatökur allstaðar. Og ég og Snorri erum ágætir kumpánar, en þú reyndar þarft að svara skilaboðinu, Snorri. Ég sendi á daginn, ég ætla að reyna að fá hann í þátt. Reyna að forðast það reyndar að lögreglan þurfa að vernda heimilið hans út af umburðarlyndinu, en ég veit úr að hlusta Snorri, hann svaraði skilaboðinu hana, en út af því að við erum að reyna að tala þessa grunnþætti, og ég ætla ekki að tala myndbandið sérstaklega, en þetta ágætis dæmi bara svona efni sem að langar að ramma inn út af því að við erum að reyna að skilja hugmyndapakkan. Hvaða áhrif hefur hugmyndapakkin, hvaðan kemur hann, af hverju hann og af hverju erum við rosalega undirgefin gagnvart þessum hugmyndapakka, þegar í flestum tilfellum þá myndum við ekki vera svona undirgefin á neinum öðrum sviðum. Og líka hvaða hvatar liggja baki því. Það líka svona eitt sem oft torskiljanlegt nema þegar maður virkilega kafar onni í þetta. En það sem mér finnst samt eiginlega óskiljanlegt út af því að við vorum að tala akademíuna sem þessi grunnundirstaða þess hvaðan þessar hugmyndir oft koma, að þá myndi ég skilja eins og með ýmis fræði sem eru innan þessara ofstækisfræði. Ég myndi alveg skilja ef að akademían myndi svona leiða þetta hjá sér og hugsa já, ok, þetta verður bara eitthvað svona hliðarmengi. En það sem hefur verið skrítið að innan akademíunar, og þá erum við náttúrulega sérstaklega að tala þessi réttrúnaðarfræði, að þá hefur það verið svona óátalið þegar að talað illa drengi, og
það er þess líka sko krafist að það hafi áhrif á aðrar deildir. Ég veit ég hef sagt áður, en ég skil þetta ekki. Ég skil ekki að fólk til með segjum doktorsnám, hvað er þetta? Að 3 ári grunn, 2 í master og svo ertu kannski í 7 ári rannsóknum sem doktor og svo ætlar að reyna að vera dósent og svo ætlar að reyna að vera lektor og svo ætlar að reyna að vera doktor. Er þetta ekki þessari röð? Ef ég væri búin að leggja 20 ára mínu lífi til þess að reyna að auka hverskins fræðasvið, og þetta er náttúrulega ekki bundið bara við Ísland, myndi mér ekki þykja mikilvægt að svona passa upp á þær stoðir. En eins og segi, með kynjafræðina heilt yfir, að þá hefur hún einhvern veginn, henni hefur tekist að vera sko ótrúlega svona aðgangshörð eða svona hörð í sinni framgöngu í því að vilja hafa áhrif á allar önnu fræði. Náttúrulega í Bandaríkjunum var þetta algjörlega galið, þar sem að þú varst með, þú veist, svarta starffræði, þú veist, starffræði sem var sérstaklega svört. Hvernig hún var kennd ég ekki skoða, en það er einhver ævintýra vegferð þar. En eins og segi, þú veist að þessi svona harða framganga í því að hafa áhrif, til dæmis eins og stjórnmálafræðina, og mér þykir mjög vænt stjórnmálafræði deildina, að af hverju hefur okkur ekki tekist að, þú veist, halda svona mestu ofstækis hugmyndunum í skefjum. Það er allir akademísk vinnubrögð sem að mér er tíðrætt af hverju hafa þau einhvern veginn verið sett til hliðar. Það þykir mér óskiljanlegt. En út af því að við erum að tala þennan hugmyndapakka, og langar við líka sko að taka smá svona, og ég veit að þú Snorri nefnir þannig að einhverju foreldrar hafi dregið sína krakka og fluttað til þess að forðast það að krakkanir séu í höndum ákveðina kennara eflaust það að kenna kynjafræði. Þú kemst náttúrulega ekki hjá því, þetta er orðið skylda einhvern veginn allstaðar, og eins og Snorri nefnir þarna að þetta á líka að vera skylda í leikskólum sem að mér þykir algjörlega fjarstæðukennt. En pilsa er ekki eins þegar hún er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp, að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það er annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu, eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það er þessar 2 upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Sko, ef við tökum líka bara svona smá heimspekilegt hliðaskref, á ég sem foreldri að geta komist hjá því að börn þurfi að sitja tíma þar sem að kallar eru kallaðir eitraðir? Á ég að hafa einhverja aðkomu að því að þetta sé kennt á grunnskólastigum, þar að segja sem foreldri? Er einhver svona lýðræðisleg þáttaka sem ætti að geta haft áhrif á það? Ætti að geta verið valkvætt? Því að sko, eins og við erum búin að vera að nefna hérna, þá er bara stórt mengi kynjafræðinar, hún talar karlmenn og auðvitað náttúrulega hvíta karlmenn eins og kemur fram í innslaginu núna eftir smá sem ég ætla að sýna ykkur. En það er skrítið að það er einn hópur, og eini hópurinn sem að leyfilegt er að tala svona það eru hvítir karlmenn og þá líka hvítir drengir sem að hafa þessa erfðasynd að hafa verið fæddir hvítir karlmenn. Og það má bara tala svona karlmenn. Og nei, ég er ekkert að segja að karlmenn séu einhvers konar fórnarlömb í þessu, en ef að Þorsteinn hefði nú sagt svartir karlmenn eru svo mikil gerpi og þá skortir samkennd, eru frumstæð gerpi sem að skortir samkennd, það hefði vel farið á hliðina. Trendið er í rauninni það að vandamál samfélagsins hvíti kallinn, hvíti hægri sinnaði kallinn er sá sem að er tilbúin til þess að hata eða fyrirlíta svona flesta minnihlutahópa. Það er svona trendið í þessu og þetta er bara mín greining á okkur spurningakönnunar listum, skilur við. En svo kemur sami hópurinn. Það er svona
svo áhugavert af því að ég hefði haldið að þetta væri hópurinn sem að samkvæmt öllum öðrum nema þeim hefur mestu völdin í heiminum já. og ræður mestu það hvernig heimurinn er. Já, þarna sjáum við kannski alvarleikan í sko því sem að talað sem forréttinda firringu. Já. Að og náttúrulega líka bara einhvers konar skortur á samkennd og skilningi svona í viðara samhengi. Ég bara veit það ekki sko. Kannski þetta afleiðinga því að strákar get ekki lesist gags. Já. Nei, ég held ekki. Já. Þetta ekki alveg kannski það. Já. Og þannig eins og segið, hann talað hvíta kallmenn út af því að það sko þegar þú ert talað kallmenn þá eru svona ákveðnum aðalum sjálfsögðu sem að eru kannski einhverjum öðrum minnihlutahóp sem þú mátt ekki taka með inn í myndina. Þú mátt alls ekki segja svarti kallmenn séu á einn mátt eða annan, en þú mátt segja að hvíti kallmenn séu á ákveðin máta. Og prófum samt aðeins bara svona sem ákveðin leikfimi. Prófum að halda okkur við svarta kallmenn. Mætti foreldri krefjast þess að sitt barn þyrfti ekki að sitja í tímum þar sem að fræði var að kenna þér að svartir karlmenn séu almennt gerpi. Mætti þeldökkum maður sem að býr á Íslandi, mætti hann segja að honum hugnast ekki að sitt barn sínu barni sé stillt þannig upp að hann sé að fara að sitja tíma þar sem að talað illa svarta karlmenn og þeir eru jafnvel gerpi eins og kemur fram í þessu innslagi sem ég var sýningur. Mættu svartir krakkar eða þyrftu svartir krakkar að sitja slíka tíma, svartir drengir þyrftu þeir að sitja slíka tíma, myndi eitthvað gerast, svarið að sjálfsögðu augljóst. Svarið reyndar að viðkomandi yrði líklega vikið úr starfi, en þegar aðra hópa að ræða sem við höfum samfélagslega komið okkur saman að leyfilegt að alhæfa að þá ekki hægt að gera slíka kröfu. Og það jafnvel kallað trumpíst og aðför að lýðræðinu eins og einn kynjafræðingurinn komst að gera einhvers konar athugasemdir við þetta. En þarna þessi umræða sem kemur strax í kjölfarið sem náttúrulega rosalega sérstök. Og þá ég að tala þetta þegar Snorri fer upp í pontu og tala kynjafræðina. Svo þetta með regnbogafánan, með kynin 2. Fólk bara sammála þessu og ef að fólk getur fært rök fyrir sínu máli að þá getur það sjálfsögðu bara talað það. Og þá náttúrulega fer þetta alltaf út í það já, nei, Snorri þarf að bera ábyrgð á sínum orðum og eitthvað þannig. Og ég hugsa með mér, þetta ofstækis rugl sem búið að vera í gangi samt ekki bara eitthvað fólk að vera ósammála Snorra. En það einhvern veginn svo skrítið að sá hópur sem að telur þetta vera ófýsilegt fyrirkomulag eru kallaðir öfgamenn og ofbeldismenn. En ef við horfum bara á þá sem að sitja hinum með við borðið í þessari umræðu, hægt að kalla það ofbeldisfólk? Snorri raunverulega ofbeldismaðurinn? Kannski hann bara einhver ofbeldismaður í þessu. En það var í það minnsta færsla sem að fór á mikið flug þar sem að í niðurlagi greinarinnar var sagt að hann hefði svo vondar skoðanir að ef að fólk myndi hitta hann í fermingaveislu að þá myndi hann þá þurfti fólk að konfronta hann og ef hann skilur það ekki þá meiði bróka hann skilur nefnilega bara ofbeldi. Og reyndar málsmetandi vinir mínir sem eru aðeins búin að missa hausinn í þessu fóru í það að líka við þessa færslu og segi hvað sem þið viljið Snorra og hvað sem þið viljið fánamálin og gerið athugasemdir við þetta, segið bara þetta ætti að vera fyrir utan skólana, en þið þurfið samt líka að gera eitthvað grein fyrir því, elsku vinir á Facebookinu mínu, að ofbeldisfólkið ekki okkar megin, það ykkar megin og þið eruð að taka undir þar þegar þið eruð að hvetja þess að fólk eigi að fara
að ávíta Snorra og helst að beita hann ofbeldi út að hann skilur ekkert annað. Þar liggur ofbeldisfólkið og það er enginn að fara að segja mér neitt annað. Og nei, ég er ekki að segja að 2 kallar séu ofbeldismenn þó svo að þeir séu með stórkostlega sérkennilegar hugmyndir lífið og tilveruna. Sko, eins og segi, bara þegar að fólk er að kalla eftir því að Snorri sé beittur ofbeldi, þá eru því bara svona svolítið búin að tapa umræðinni. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. En svona í ofanálag sko, út af því ég var að tala hérna að setja tíma í kynjafræði. Ég tel að svo sé ekki, ég held að þetta vera valáfangi fyrir þá sem að telja tíma sínum vel varið í því að skoða ritreind gögn úr kynjafræði. Það er náttúrulega bara frelsi fólks. Ég vil náttúrulega ekki að Þorsteinn verði rekinn þrátt fyrir það að hann sé með stórkostlegar hugmyndir hvíta drengi og þú veist, eins og segi, og ástæðan er eiginlega svo að mér finnst ekkert skrítið að hann sé á þessum skoðunum því að innan þessara réttrúnaðarfræða þá þykir það ekkert óeðlilegt að telja fólki trú það að karlmenn séu almennt séð frumstæði gerpi. Það var líka reyndar einn sem að sendi á mig, ég var ekki viss hvort ég ætlaði að segja frá þessu, en hann staðfesti það við mig að hann hefði verið í tíma hjá Þorsteini þar sem að hann mætti í peysu sem ástóð I hate men. Ég selði það ekki dýrar en ég keypti það, en aftur á móti hef ég heyrt þetta frá 2 aðilum sem hafa sagt það við mig. Eins og segi, þetta takið þessu bara með algjörum fyrirvara og ef þetta er rangt, þá bara biðst ég forláts, en það voru 2 sem staðfestu þetta við mig sem höfðu sitið í tíma hjá honum. Kannski er þetta rangt, kannski sko, og líka, þú veist, svo maður sé bara sanngjarnt að ef þetta er rétt, að þá getur líka verið hérna þetta hluta einhverjum svona umræðustöndi að hérna fá fólk til þess að ræða hlutina. Þetta er svona smá sjokkfaktor til þess að auka við umræðu, svona hvað finnst þér þetta? Hvað finnst þér í lagi að ég sé þessu? Eitthvað þannig. En eins og segi, það er ekkert skrítið, þú veist, að þetta komi innan þessara fræða. En það sem við getum velt fyrir okkur er sko af hverju þessi fræði eru svona óstjórnlega sérkennileg og af hverju svona óstjórnlega sérkennilegi hlutir þykja eðlilegir innan þessarar svona hugmyndarpakka. Sérstaklega þegar að, já, réttrúnaðurinn svona er við lýði. Það er náttúrulega þetta er oft sett líka í sko samhengi við samfélagið í heild innan þessara fræða, að það séu sko að þetta sé sko víglína þess sem að er að passa upp á það að hættulegar hugmyndir fái ekki þetta sé víglínan sem passar upp á það að hugmyndir fái óáreittar að vera opinberar í hættulegum hlaðvörpum þar sem að efasemdir réttrúnaðurinn nær óáreittur eyrum fólks. Og þetta er í grunninn ekkert sko ólíkt því sem að var uppi á tímum Sovétmanna, því að við skulum líka bara vera hreinskilin með það að þetta snýst það að stjórna umræðinni, þetta snýst það að brjóta bak aftur stoðir tjáningafrelsi sem að einnig eru nauðsynlegar, því að það er ekki hægt einhvern veginn að takast á við neina hluti með rökræðum sem er náttúrulega grunnforsenda líka fyrir því að þetta sé háð svona. Þetta eru einstaklingar sem að gera sér grein fyrir því að þeir geti ekki fært rök fyrir sínu máli og þegar að svona á rökræðu hólminn er komið þá verða þeir náttúrulega alltaf undir því að þessi réttrúnaður náttúrulega stenst enga skoðun né rök. Eitt dæmi var til dæmis þegar að hérna Þorsteinn Vaff Einarsson, hann sko þetta er rosalega mikið háð á Facebook. Ég ætla að finna fyrir ykkur hans hérna birti í gærkvöldi, ég er að tala hérna 23. og hann birtir hérna í gærkvöldi 22. þar sem hann er einmitt að tala
þetta mál sko Snorra Mássonar og það svona til þess að leggja líka grunn á þessu þá birtir Jakob Bjarnar grein í gær líka þar sem að hann er að tala við Snorra þessar svona væringar í samfélaginu á Facebook sérstaklega og fer yfir svona þau mál svona hvernig þetta leggst í hann, hvernig þú veist, hvað skoðanir Snorri hefur á þessu. Jakob Bjarnar er náttúrulega frábær blaðamaður Vísis og hann sem sagt veltir þessum spurningum fyrir Snorra þar sem hann að spurja hann bara svona veist, út í þetta og það var náttúrulega ómögulegt að mati Þorsteins sem að skrifar fyrir 11 klukkutímum síðan á Karlmennskan á Facebook. Snorri Másson segist hafa átt prýðilegt spjall við Vísi en þar á hann við vin sinn og augljósan bandamann Jakob Bjarnar. Sá meinti blaðamaður skrifar hlutlausa frétt og hlutlausa frétt í quotes aftur ofsafengin viðbrögð við umræðum þingmannsins regnbogafánan. Engin efnisleg gagnrýni sett fram. Það líka best í þessu sko að alltaf þegar réttrúnaðurinn er eitthvað ósáttur þá hann sko pirraður yfir því að þetta hafi verið sett fram á ógagnrýnis gagnrýnislausan hátt og samt sem áður það aldrei til í debatt. Það er aldrei hægt að takast á við neitt út af því að það er einfaldlega og ég skil það alveg þegar að fólk er svona rökþrota út af sinni hugmyndafræði þá myndi ég heldur ekkert vilja vera að taka rökræður en það er sko alltaf kvartað yfir því svona hvað var að segja, svona þriðja stigs kvörtun, það er að segja gagnrýni, það er að pirraða sig yfir því að einhver annar gagnrýndi ekki viðbrögð, þetta er mjög fyndið, en allavega. Engin efnislega gagnrýni sett fram á málflutning Snorra í umfjölluninni. Áherslan er á quote ofsafengnu viðbrögðin samhliða tilvitnunum í prýðilega samtali sem að félagarnir áttu. Jakobi Bjarnar tekst prýðilega að mennska Snorra og skapa með honum vorkun. Sko, ég ætla aðeins að staldra við hana. Þetta er eiginlega uppáhaldið mitt. Honum tekst að mennska Snorra og skapa með honum vorkun. Þetta er, sko, og þetta er þessi svona double think. Við þurfum að finna eitthvað gott íslenskt orðið við double think. En það er alltaf verið að tala um það að mannúð og mennskan sé þeim megin sem að er réttrúnaða megin. Og þeir eru alltaf að segjast vera svo rosalega mikilli mannúð og mennsku og það er allt svo mannúðlegt og allt svo frábært. Og þau kvarta mjög mikið yfir þegar að vera af mennska fólk. En hann er sko, Jakobi Bjarnar tekst prýðilega að mennska Snorra. Svo hann er að viðurkenna þarna að það var búið af mennska Snorra en það er pirringur á því að það sé verið að vinda ofan af því að mennskan Snorri Másson má ekki líta út fyrir að vera mennskur út af því að þá er hann náttúrulega hvað meinar ekki gera mér þetta svona auðvelt allavega mennska þegar ég sá þetta ég var bara nei bara ekki gefa mér þetta ammó maður allavega, hann skrifur Greyið Snorri að lenda í hakkavél Vóksins sjáuði hvað allir eru vondir við hann. Blaðamaðurinn sem er líka í quote and quote í tilvitnun í gæsalöppum segi blaðamaðurinn segir það vissulega ekki beint en það má öllum vera ljóst að afstaða hans með því að lesa þessa meintu frétt blaðamaðurinn segir það vissulega ekki beint en það má öllum vera augljós afstaða hans afstaða hans má vera augljós ég ætla að skrifa tilvitnun afstaða hans með því að lesa þessa meintu frétt. Meintu frétt? Nú, ég held að meintu væri bannorð innan þessara fræða. Þetta er ekki meint frétt, þetta er kannski frétt. Ég veit ekki. Alltaf, Snorri kvartar undan ofsafengnum viðbrögðum við því þegar að spurt einfalda spurninga fánan. Þráðbeint úr handbók hægri öfgana. Spyrja spurningar sem senda skýr skilaboð til ákveðins hóps efspa upp flest önnur og þykjast svo alsaklaus af öllum sínum meiningum sem betur fer sjá flest í gegnum leikjafræðina leikjafræði, ég er enda að fíla að hann sé að byrja að nota það orð kannski hægt að beita því oftar kirsuberið á kökunni
er svo val blaðamann sem tala máli Snorra, á þeim sem að tala máli Snorra. Einhver afdala random prestur í útlöndum og 2 hommar sem hafa nákvæmlega ekkert vægi inn í umræðu nema fyrir blaðamann að teikna upp stuðning frá hommum við málflutning Snorra. Heldi sérstaklega líka sko að það er alltaf búið að sko hierarki væða umræðina. Það er að segja að munir náttúrulega eftir forréttinda Pírata Reykjavíkurborgar þeir voru búin að stilla þannig að hvítur gagnkynhneigður kall var alveg neðst sko, átti ekki að hafa neitt væginn inn í umræðu, en svo ef þú varst skilurðu einhentur tvíkynja dvergur eða eitthvað, þá varstu náttúrulega með alveg efst upp á þessum forréttinda Píratamita og þetta maður taka mest mark á þér þegar þú ætti mest að segja. Guðurugla náttúrulega, en hann er náttúrulega að vera að segja það að þeir hommar sem ekki sammála Þorsteini eiga náttúrulega ekki og eru ekki með neitt vægi í neinni umræðu. Og svo heldur hann áfram hommar geta vel verið hatursfullir og tekið stöðu með kúandi kerfi eins og dæmin heldur betur hafa sannað með transfóbista samtökunum sem ég held að hann sé að vitna í LGB samtökin þannig. Það segir nákvæmlega ekkert af fasískum og hatursfullum það segir nákvæmlega ekkert ef fasískum og hatursfullum homma finnst eitthvað regnbogafánan. Fasískum og hatursfullum homma. Til hvers að draga fram slík stökdæmi í aftur gæsalappir frétt nema til að þjóna málflutningi vinar síns. Hér verði ég að gagnrýna ritstjórn Vísis. Þetta lélegt. Ég er sammála, mér finnst að Jakob Bjarni ætti bara að vera rekinn. Gagnrýnislaus frásögn undir yfirskinni fréttar, skekkir og afbakar umræðuna. Afbakar náttúrulega líka frábært orð sem alltaf nota. Sérstaklega þegar Snorri fær að stjórna orðræðunni, fullkomlega óáreittur. Og öll fréttin byggir á handvöldum dæmum sem skilur lesendan eftir með þá tilfinningu að vandamál séu viðbrögð samfélagsins. Til hvers er þessi frétt eiginlega? Þetta náttúrulega algjör veisla og svona, ég veit ekki, ég veit ekki hvað ég á að segja við þessu skilur. Þetta er bara Þetta er og ástæðan fyrir líka ég vildi segja sko, þetta er svona narratív stjórnun sko. Þú ert ekki til neitt debat, þú ert ekki til að takast á neina hluti, þú vilt bara segja allir sem eru ósammála eru vond manneskja og ef að þú ert með einhverjar athugasemdir eða jafnvel efasemdir að þá ert þú líka vond manneskja sem að við munum náttúrulega alveg sko haldið ykkur af mennska. Það er alltaf af mennska Snorra sem að var náttúrulega bannað ég veit ekki, þú veist, ég vissi aldrei hvað þetta þýddi, þú ert af mennska þetta fólk. Hlaðvarpið er í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Ég telur þetta sko, það er rétt hjá þeim, sko ég man Timothy Snyder skrifar þetta í On Tyranny, sem er ágætisrit sem kemur strax í kjölfar þess að Donald Trump tekur við sínu fyrra embætti, að þá sko bendir Timothy Snyder á svona að við auðveldum okkur, það er líka til Black Mirror þættir þetta, þar sem að herrmenn eru látnir hafa ákveðna linsur sem að gera það verkum að þeir sjá alla óvinni sem skrýmsli. Það er alveg rétt sko, það er ég held að það sé, ég held að auðvelda okkur að koma fram við hvort annað á tiltekinn máta ef að við af mennskum ákveðin hóp. Hins vegar getur sko bara hverskins ágreiningur eða jafnvel einhverju ósammála þá er það af mennskun sem náttúrulega
það hvernig náttúrulega réttrúnaðurinn hefur eyðilagt hugtök eins og svo oft áður. En hérna aðeins bara svona já, lokum kannski til þess að ramma inn þetta svakalega doublethink, sko. Og hérna það einhvern veginn, þú veist, það eru svo fjölmörg dæmi náttúrulega sem ég geti tekið sem innan þessa fræða sem hérna byggir á algjöru doublethink, en ég held að ekkert nái betur hérna utan það heldur en hérna islam. Ég spilaði fyrir ykkur innslag fyrir skömmu þar sem að kanslari Þýskalands einmitt benti réttilega á það að það væri eitt af því svona sérkennilegra sem að væri uppi nú á dögum, væri að í Evrópu þá teldu svona ýmsar réttindabaráttur svona fyrir ýmsa minnihlutahópa töldu sig verið í svakalegri baráttu en væru hins vegar ekki tilbúnir til þess að beita sér gegn því þegar það væru það sem að væru hópar þeir hópar sem eru íslamstrúar. Og það var slagorð sem að mér þótti komískt sem kom upp fyrir nokkrum árum þar sem að einhver skrifaði hérna að islam hefði á rétt að standa konur, að þetta var held ég í Nýja Sjálandi þar sem þetta var skrifað hérna á ýmsa staði og var það endingu að lögreglumáli því að þetta var að sjálfsögðu rasismi. Ekki veit ég hvernig fólk komst að þeirri niðurstöðu að það að segja að islam hefði rétt fyrir sér konur væri rasismi, enda islamstrú ekki bundin við kynþætti. En þetta vakti náttúrulega óþægileg hugrenningatengsl fyrir þá sem aðhyllast réttrúnaðinum því að fólk vissi að sjálfsögðu ekkert hvað þetta gera við þetta. En af hverju þetta óþægilegt? Hvað það við þessa setningu sem að lætur fólki líða ónotalega við það að heyra þetta? Út af því ég tel þessi menningamál. Hefur þú, út af því að þú ert feministi, tökum bara þú veist búrkuna sem dæmi. Hvað finnst þér búrkuna sem entity? Ég bara félagslegt fyrirbæri. Ég bara, þú veist, ég nenni ekki, veistu það, ég nenni ekki að láta veða mín þessu umræðu, ég bara ætla ekki að hafa skoðun að því, sko. Í alvörunni? Já, ég bara treysti konu til þess að, til að, sem að, þú veist. En þetta karllægt fyrirbæri, við hljótum að vera sammála það. Já, við getum alveg talað að. Og við veitum hvað gerist, hvað karlarnir gera ef að það ekki tilbúin til þess að lúta þessum mjög þrönga. Ég meina, sumar vilja vera með búrku og sumar vilja, þú veist, vera, fáklæddar og bara. En þær sem vilja það ekki. Já, bara, en þurfa að gera það. Já, það er náttúrulega hrikalegt að hafa ekki val. Það er ég tek alveg undir það, fólk almennt og konur að hafa val og við erum ráðið við sínum megin líka með öllum að fara þangað, sko. En búrkan að vera alveg hulin alltaf. Já, eins og ég segi. Það er mjög skrítið val. Já, þú ert að segja það. Ég bara alveg eins og það bara alveg eins og það er mjög skrítið val innan gæsalappa að velja það að vakna á morgnana, þú veist, og mála sig og skreita sig. Það er mjög skrítið. Það er ekki jafn skrítið. Nei, ég meina, við erum alltaf háð einhverjum lögmálum að því að við búum í samfélagi, við búum ekki í tómi, þannig að, þú veist, og það er bara ótrúlega, við búum ekki í sama heimi þó við búum í sama heimi. Við deilum þessum heimi en það eru svo ótrúlega ólíka kröfur og þær eru kynjaðar og þær tengjast alls konar hlutum sem að ég hef heyrt þig og fleiri svona hægri einhverja aðdúta segja að sé einhvers konar vókismi, að sé einhvers konar svona identity politics og sé koma út í einhverja öfgar og eitthvað, þegar þetta snýst bara í rauninni frelsi, þegar þetta snýst í rauninni frelsi og sé frelsismál en bara ekki frelsismál sem hugnast hægri fólki, að því að í rauninni hægri stefnan svona íhaldsum oft á tíðum mjög þjóðerniskend og tengt svona íhaldsum þjóðernisarmi samfélagsins. Alveg eins og við getum farið inn í búrkun og við getum farið inn í ferðaveldi á Íslandi og allt, sko. Og núna, þegar ég byrjaði að rissa upp glósur fyrir þennan þátt, þá ætlaði ég ekkert eitthvað sérstaklega að hafa þetta Þorstein, en bara þegar ég heyrði karlmenn væru frumstæð gerpið, þá fannst mér pínu bara svona, gloves off, ég nenni þessu rugliki. Ég ætlaði reyndar að fá Hauk Bragason og hann í þátt á næstunni. Ég held að ég sé búinn að klúðra því með þessum þætti en þeim samt sem áður boðið. Ég alltaf til ég að taka umræðu sturlu mál og réttrúnaðinn. En eins og segi, þetta rammar samt svo vel inn, þetta með búrkuna og islam, rammar svo vel inn þennan
sturlaða tvískinnung. Sko, tvískinnungur næri ekki alveg utan svona doublethink. Doublethink í rauninni sko byggir á því að þú getur verið á tveimur andstöðum skoðunum samtímis án þess að gera þig grein fyrir því sjálfur eða jafnvel að sko einhvern veginn tróða því ofan í þig að þetta sé eðlilegt. Og þetta eins og segið, þetta rosalega sérkennilegt, en maður sér svona í þessum svona réttrúnaðar ofstækis megin í allri umræðu að þegar við tölum búrkuna að þá einhvern veginn svona skellir þetta svo mikið fram, þú veist, við tölum ekki búrkuna, það er bara tabú, samt sem áður er þetta eitthvað sem er náttúrulega sko þegar konur frá þeim löndum þar sem það er rótgróið í menninguna að vera í búrku, að þá kvartað er náttúrulega langmest yfir því að þetta sé ekki til umræðu í þeim löndum þar sem að krafist er þess að þeir sem að eru komnir það er að segja, þeir sem að koma yfir til Vesturlanda sem eru islamstrúar krefjast þess að aðrir séu tilbúnir til þess að taka þátt í þessu og þá eru náttúrulega langbestu vinir þeirra eru að sjálfsögðu feministanir sem að tala bara það að hvíti kallinn sé eina sem að er vond. Hlaðvarpið eins og þið vitið er í samstarfi við harðfisksverslun Hrafnadals. Nú er ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta er valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ýsu og steinbít sem að kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun, sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á polsen.is og lætur klára málið í dag. Búrkan er samt bara, þú veist, eitt dæmi, það eru fjölmörg önnur en þetta er bara svona langskýrasta og eins og segja, ef við tökum þetta innan svona smærri eininga þá hefur þetta náttúrulega sko smogið sér inn sko, þá er ég að tala ekki bara með búrkuna heldur bara með fjölmörg önnur dæmi þar sem við erum bara að spyrja okkur stóra samfélagslegra spurninga að þá hefur þessi ofstækis réttrúnaður sko smogið sér inn í svona vinnustæðamenningu og félagslíf og jafnvel sko það hvernig fólk hagar sínum hjúskapamálum eins og við sáum í bókinni þriðjuvaktina. Krafan er bara að þetta eigi heima í öllum kemum okkar samfélags og þetta hugarmein skaðar samfélagið alveg gríðarlega. Sérstaklega unga fólkið sem að mínum mati hefur náttúrulega verið sannfært núna það að lífsbaráttan snúist fyrst og fremst það að bera varhug og hafa þá skoðun að karlmenn séu almennt séð frumstæð gerpi. Og athugið það, sko, þetta er í sjálfu sér ekki pólitískt. Hugmyndafræðilegar andstæðingar myndu sem er að svo sé og að ég sé hérna í bara einhverju bulli með það. En ég tel aftur á móti að þetta sé ekkert þannig séð pólitískt. Ég tel að þetta skaði reyndar málstað þess fólks sem að er vinstri sinna alveg sérstaklega í dag út af því að þeir hafa verið rosalega undirgefnir gagnvart þessu en sko fólk getur alveg verið einhvern veginn svo á þeirri skoðun að við viljum meiri miðstýringu í heilbrigðismálum eða þú veist hvað eina. Þeir sem að vilja reyndar meiri miðstýringu eru eins og ég var að segja geinkeyptari fyrir þessum svona dellu hugmyndum og gera sér kannski svona síður grein fyrir skaðsemi réttrúnaðarins en þú veist, þeir eru allavega þú veist, þeir eru að vonast eftir einhverju svona að miðstýrt heilbrigðiskerfi sé skilvirkara en ég eins og segi, ég held að þetta sé ópólitískt út af því þetta snýst fyrst og fremst það að þetta bara, þú veist, að ég hef stjórn á umræðinni og það er sko mín skoðun að það er ekkert bókstaflega ekki neitt
sem að hefur skaðað okkar samfélag mikið og þessi hugmyndafræði. Feminismin bara eitt af því, eins og ég nefndi áðan, það að taka fjölmörg dæmi og ég seti ekki alla kynjafræðinga undir það og flestir sem að kalla sig feminista og kannast örugglega við þetta svona auðvitað ég feministi, þú veist þetta fólk, ég held að það sé bara fólk sem ekki búið að kynna sér svona hvað raunverulega gangi, þetta heitir ákveð svona viðbragð bara, já, auðvitað ég það auðvitað ég það út af því að ég vil jafnrétti kynjana eða eitthvað þannig, en þú veist, það þetta með þú veist, bara þessar gríðarlegu alhæfingar sem ég var einmitt að nefna hérna upphafi sem að þrífast alveg ótrúlega vel innan þessa mengis og það alveg svona, ég veit sko jafnvel þeir sem að segja svona já auðvitað ég feminist, auðvitað ég þetta þeir jafnvel sko, þú veist, auðvitað taka þeir eftir því að það leyfist bara að alhæfa einn hóp sem að telst óþóknanlegur samtímanum hverju sinni þú veist, af mennska og eins og segi, velti þessu fyrir einhver annar hópur sem að þessir ofstækissinnar leyfa alhæfingar ég verð allavega ekki vitni af því og eins og segi, það ætti náttúrulega ekki að vera þannig að við séum að alhæfa alla hópa og núna segir einhver, já nei, þú ert að alhæfa múslima, þú ert að alhæfa, nei ég bara benda á það að þegar að þú tekur á móti stórum hópum fólks að þá hefur það félagslega áhrif alveg sama hvort okkur líka betur eða verð við ættum að taka lýðræðislegt debatt það hvort að það hafi áhrif en þetta með sko sérstaklega út af því að það náttúrulega verið að vega að grunnstoðunum að mínum mati að þá tel ég að þetta sé bara eitthvað sem að þarf að verða miklu meira á dagskrá í öllum atriðum því að þetta vegur að grunnstoðum alls okkar samfélags og mér þykir það ótækt. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú komin nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1pæling til þess að fá 25% afslátt úr skráirði í áskrift og frían brúsa með. Svo 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfaldlega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. Mér þykir það vera algerlega ótækt og mér finnst að fleirum ætti að þykja það ótækt. Bara út af því að maður sleginn í hausinn með einhverjum hugtökum eins og mannúð og mennska sem náttúrulega bara notað eftir hentisemi, víðissýni og réttsýni og þá bara verið að fara bakdyra megin í það að eyðileggja þær stoðir sem hafa byggt upp okkar góða samfélag og að mér þykir það bara einfaldlega ekki í lagi. Mér þykir ekki í lagi að strákar séu kallaðir eitraðir og það séu kallað vísindi. Ég bara vil það ekki. Ég bara neita að segja að það sé í lagi. Strákar alls konar og sumir leiðast út í vitleysu og það miður. En það að segja að þeir séu upp til hópa einhverjir ónýtjungar sem náttúrulega, og sérstaklega, þú veist, út af því við erum bara að tala náttúrulega hvíta karlmenn. Þú veist, af hverju það meiðirði að kalla einhvern hvítan karl? Af hverju það eitthvað svona, af hverju það ekki bara svona hjákátleg della? Af hverju það orðin fræði? Af hverju það fræði að segja að eitraðir karlmenn séu náttúrulega hvítir og svo ómögulegir? Af hverju það ekki della? Út af því að það della. Við eigum að koma fram við þetta eins og þá dellu sem þetta sérstaklega þegar þetta krefst að vera vísindi en neita að nota vísindalega vinnubrögð. Já, ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég vona njóti dagsins. Það eins og segja, sumardagurinn 1. Já, takk fyrir að hlusta. Þangað til næst, partus.is/1pæling og hafið það gott og njóti dagsins.